Já, góðan dag og velkomin hér í hádegisfyrirlestarröð Þjóðminjasafns Íslands. Við tökum nú upp þráðinn og erum með þriðja fyrirlesturinn í röð fyrirlestra og rannsóknarverkefnum heimsins Hnoss, en núna stendur yfir sýning hér í Bogasal á niðurstöðum þess rannsóknarverkefnis sem hófst í Háskóla Íslands árið 2018 og núna svona því núna að ljúka með ýmsum birtingum, meðal annars sýningunni og bókum og þessari fyrirlestraröð. Már Jónsson og Davíð Ólafsson byrjuðu riðu á vaðið fyrir jól og núna það Guðrún Hildur Rosenkjær sem ætlar að fjalla prjón og tengja það prjón í íslenskri sögu. Guðrún, hún var þáttakandi í rannsóknarverkefninu og þar að auki klæðskeri og ætlar að miðla núna sinni þekkingu til okkar bæði í gegnum sögulega þekkingu og líka bara hreinlega í gegnum handverkið. Guðrún, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, góðan dag. Ég sem sagt Hildur í Annríki. Ég rek fyrirtæki Annríki þjóðbúningar og skart ásamt eiginmanni mínum Ásmundi Kristjánsinni. Og ég hef verið þáttakandi í verkefninu heimsins Hnoss og að vinna að mastersverkefni prjón í íslenskri búningasögu. Já, ég sem sagt klæðskeri og kjólameistari og sagfræðingur og eðlilega það þannig að ég fór í sagfræðina af því að ég hafði mikinn áhuga á að fá mér verkfæri til þess að nýta heimildir sem ég hafði lítinn aðgang að sem handverksmanneskja. Og í dag þá ætla ég að halda fyrirlesturinn hérna því að veit að það margir út á landi sem að hlusta. En eins og þið sjáu þá ég líka með hóp hérna, vinahópinn minn með mér hérna í prjónaverkefninu. Og ef að mér tekst nú að gera þetta innan tímamarka að þá ætlum við að kannski að skoða þetta og ræða þetta hér á eftir leið og að verða fyrirspurnir. En það jú áhugavert að velta því fyrir sig hvernig Íslendingar klæddust fyrir á tímum, en eins og við sjáum nú í hendi okkar að þá hafa Íslendingar alltaf þurft að klæða sig og nauðsynlegur fatnaður sem skjól gegn veðri og vindum. En hvernig fatnaði klæddist til dæmis almúginn, hversdags? Lítið hefur varðveist af hversdagsfatnaði og einmitt þess vegna hefur áhugi minn beinst í þá átt undanfarin ár. Það talið að prjón hafi borist til landsins á 16. öld, líklega með kaupmönnum sunnan úr Evrópu og það breytist hratt landið. Til að finna svör hef ég víða leitað í heimildum og mig langar að segja ykkur aðeins frá þessari rannsókn núna og veit ykkur innsýn í flóru heimilda sem ég hef verið að nýta mér. Og svo óneitanlega þá hefur handverkskunnáttan komið að miklu gagni við að endurgera þennan fatnað. Nú snemma í sagnfræðináminu þá fór ég að vinna með dánabú sem afar merkilega heimildir sem spanna langt tímabil eða allt frá fyrirhluta 18. aldar og langt fram á 19. öld. Umfang þeirra mikið og dreifist landið en þar má finna upplýsingar veraldlegar eigur bæði alþýðufólks sem og íslenskrar hástéttar. Fatnaði gjarnan lýst, stundum var litur tekinn fram eða skreitiaðferð en oftast með lýsingarorðum eins og ný, forn, borin, slitin, garmur eða annað sem gefur hugmynd ástand flíkurinnar. Hver flík var síðan verðmetin og seld eins og sjá má í uppboðsgögnum frá sama tíma. Það ljóst að fatnaður var brúkaður mann fram að manni þótt slitin væri enda nýtni nauðsynleg fyrir á tímum. Þessar heimildir sýna fataeign fólks og þróun fatnaðar og mér varð fljótljóst þegar ég var að skoða þessar heimildir að það var mjög mikið prjónaðan fatnað í uppskriftunum sem væri mjög áhugavert að skoða nánar. Ísleifur Guðmundsson fæddist árið 1735 og þið sjáu dánarbúið hans hér. Hann var bóndi að Syðra-Hóli í Húnavatnssýslu. Dánarbú hans var skráð 10. júní 1784 og á prjónafatnaði þar skráð blá peysa tvíhneppt, ný,
með 34 hnöppum. Nú þurfa að reyna að sjá fyrir ykkur. Blá peysa forn með hnöppum. Útprjónuð peysa, tvínhneft, slitin og bætt. Útprjónaður bólur, slitin. Prjónabuxur sauðsvartar. Blá húfa forn, 3 pör hafnasokkar, bláir vettlingar fornir, útprjónaðir vettlingar. Sjá ekki bara alls konar fyrir ykkur. Dánarbú Elísabetar Jónsdóttur, sem var fædd árið 1786, líka mjög áhugavert, en hún var vinnukona í Viði hún lést árið 1816. Auk hefðbundins fatnaðar skráður þessi prjónafatnaður. Svört klæðistreyja með prjónaermum. Blá prjónapeysa, nokkuð slitin. Blátt prjón nærfat slitið. Svart dittó garmur. Blá peysa brúkuð, peysu og pilsgarmur. Skyrta með prjónermum. Tvennir sokkar hvítir, tvennir dittó bláir slitnir, blá húfa með silkiskúf, blá dittó gömul. Og nú veit ég að því að bara hugmyndaflugið alveg á fullu. Það athyglisvert að sjá þennan fjölbreytta fatnað, prjónaða fatnað, og velta fyrir sér líka þeirri vinnu sem lá að baki fatagerðinni. Aðal hráefni var íslensk ull, en sérstakir eiginleikar hennar gefa möguleika á fjölbreyttum gerðum af bandi. Togið langt, harðgert og slitsterkt, en þelið stutt og mjúkt. Fyrr á öldum var þráðurinn spunninn á snældu og ofið á kljásteinsvefstað, en á 18. öld var bylting þegar að láréttuvefstaður og rokkar komu til sögunar. Margar ritaðar heimildir frá 18. öld sýna mikilvægi ullar í íslensku samfélagi. Séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal segir í upplýsingaritinu Arnbjörg Æruprýð dáendis kvinna á Vestfjörðum Íslands ullina vera þarfasta hráefni í búi bóndans og ullarvinnuna eitt af þörfustu verkum húsmóðurinnar. Þar af klæðist allt heimilisfólkið, bæði hið eldra og yngra, og þar af gerist kaupeyrir. Hann lýsir ullarvinnslunni frá því að féð rúið að vori og ullin þvegin. Að hausti hafist handa við tóvinnuna, kemba, spinna, en eftir það var farið að vefa, prjóna og sauma alveg fram á vor. Algengt var að nærfatnaður væri unnin úr þeli, en brúks- og skjólfatnaður var venjulega unnin úr blöndu af báðum. Einnig voru sauðaleitirnir valdir í ákveðin fatnað, einlit sauðsvört ull í utanhafnarfatnað, einlit mórauð eða grá í innri fatnað og einlit hvít í smábands nærklæðnað. Segl, reipi og saumþráður var unnið úr togi. Eftir að flíkin var tilbúin var hún lituð og þæfð. Fínna prjónles var þæft á milli handa og gripið til þess af öllu heimilisfólki tækifæri gafst til. Það sem stærra var, svo sem peysur, nærbuxur og sokkar, var þæft í trogi og ekki þótti fullþæft pils eða brækur eða jafnvel peysur ef ekki stóðu þau föt í troginu. Nú þurfum við að reyna að sjá eitthvað fyrir ykkur. Voðir voru þæfðar með votaþófi, það í stampi með heitu vatni og troðið undir fótum. Var þetta erfiðisvinna og þótti karlmannsverk. Og það var oft gefin aukabiti því fólki sem var að vinna þófið. Prjón náði mikilli útbreiðslu og prjónuðu konur og karlar og börn allt frá 8 ára aldri. Allt vinnufært fólk átti að skila ákveðnu magni af prjónlesi á ákveðnum tíma, enda þurfti bæði að vinna fatnað heimilisfólks og prjónles til útflutnings. Jónas Jónasson frá Hrafnagili segir að 2 vinnustúlkur hafi prjónað saman 1 peysupól á dag og þá skila 6 bólum eða 4 peysum á viku. Og nú ætlum ég að sýna ykkur, þetta hérna semst heil peysa og við erum þá að tala 6 svona peysubóli hérna eða 4 svona peysur á viku. Vinnustúlkur áttu að skila alsokkum, líklega svona sokkar, 2 eftir daginn.
En karlmenn prjónuðu með öðrum búverkum. Þurftu margir að leggja á sig vökur til að ljúka ákvæðisverki sínu og þarna úr þessu umhverfi eru vökustaurarnir komnir. Prjónles sem gjaldmiðill í erlendum vöruviðskiptum skiptist í 2 flokka. Mest var sokka og vettlinga úr grófu engirni, prjónað á prjónunum með 2-3, svo kallað engirnisles, púlsles eða duggarales. Hins vegar var smáles, tvígirnisles eða tvíbandsles úr fínu tvinnuðu bandi á prjónunum með 0,75 til 1,5, en vermunur á þessu tvennu gat verið talsverður. Af smáprjónlesi eru nefndir fingravettlingar, hosur, karlmannssokkar, kvensokkar, drengjasokkar, barnasokkar, prjónabólir og prjónapeysur. Elstu heimildir útflutning á prjónlesi frá árinu 1624 ríflega 72.000 pör af sokkum og 12.000 pör af tvíþumla vettlingum, sem allt var flutt til Danmerkur. Á tímum konungsverslunarinnar síðari 1774 til 1783 voru flutt út árlega það bil 146.000 pör af sokkum og 103.000 pör af vettlingum. Peysur voru fyrst nefndar til útflutnings 1743 og voru þá rúmlega 1200 stykki, en árið 1767 voru peysurnar rúmlega 3.000 stykki. Mörg hugtökin og orðin hérna eru framandi sem á handverkið og því erfitt fyrir neyslumiða nútímafólk að átta sig á vinnunni við prjónaskapinn sem íslenskt hagkerfi byggði á. Flestir landsmenn höfðu lítinn aðgang að vörum í verslunum, heldur urðu að treysta á eigin framleiðslu, hagsýni og nýtni. Heimildir úr landsnefndaskjölunum 1770 til 1771 bera þess ljóslega vitni hversu mikið tjón ullarleysið eftir sauðfjárkláðan skapaði samfélaginu öllu. Þar kemur víða fram að almenningur hafði enga ull, hvorki til framleiðslu útflutningsvöru né til eigin nota og gangi svo að segja nakinn til dags og nætur. Hrikalegt ástand. Elstu ritaðar heimildir prjónles að finna í bréfabókum Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum frá 1581, en þar skráð að hann hafi fengið landsskuldir greiddar að hluta til í prjónsaumi, það prjónlesi. Merkar heimildir fatnað fólks á fyrri tímum ofta að finna í ritum samtímamanna sem skrifuðu í anda upplýsingastefnunnar á 18. öld. Í Brandstaða annál sem tekur yfir árin 1783 til 1858 rita Björn Bjarnason að aldamótin 1800 hafi karlmenn notað bláar peysur með silfurhnöppum til spari, en til heimabróks voru peysur karla oft mórauðar. Daglega voru einnig prjónaðir bólir hneftir undir hendi og á öxl, bláir eða útprjónaðir eða mislitir. Segir hann kvenfólk hafa haft mikið af uppdráttum og blöðum til útprjóns. Kirkjubúning kvenna segir hann hafa verið bláa peysu, pils með röndóttu bómullaforklæði og skúfhúfu. Skúli Magnússon fógeti, sem var faðir Guðrúnar Skúladóttur, blómstranna móður, samstarfskonu minnar sem var fædd 1740, hann var verulega áhugasamur framfarir í tófinu, garðspuna og vefnaði og var einn af stofnendum innréttingana 1750. Hann ritaði lítið ágrip kvennavinnu, þar sem hann skrifaði meðal annars prjónaskap eins og tíðkaðist í Viðey. Þar eru upplýsingar karlmannspeysu, kvenpeysu með skjuði, slitsokka, smáa kvensokka, íslenska kvensokka, nærbuxur að réttfínubandi og húfuprjón. Uppskriftir frá þessum tíma eru ekki auðskiljanlegar fyrir fólk í dag, þar sem öll mál eru í mælikvarða handar, til dæmis mæla, spönn, fingur, alin og kvartil. Ég hefði líka alltaf á tilfinningunni að Skúli sé að groppa sig þarna. Vegna þess að Viðeyjarheimilið var náttúrulega mikið myndarheimili og þar stýrði frú Steinunn búinu og dætur þeirra sem að eflaust hafa tekið unni verkin þarna, þannig að kannski vissi Skúli ekkert sérstaklega mikið þetta. En hann tiplar á stóru þegar hann skráir þetta niður.
Í ferðabókum erlendra ferðamanna margar heimildir að finna klæðaburð landsmanna. Þeir veltu oftast fyrir sér faldbúningunum, kvennanna, en sumir höfðu þó áhuga á hversdagsbúningum líka. Í Banksleiðangrinum 1772 var með í för sænski guðfræðingurinn Uno von Troil. Hann segir alla Íslendinga ganga hversdags í svörtum vaðmálsfötum sem séu hvorki glæsileg né skrautleg en þokkaleg og henti íslensku veðurfari. Ebenezer Henderson ferðaðist Ísland 1814 og 15 og segir vinnuklæðna kvenna að sumri ekki annað en skyrtu og pils úr hvítu vaðmáli ásamt blárri húfu með rauðum eða grænum skúf. Þar yfir bera þær blátt pils og bláa treyju og segir þetta hversdagsklæðnaður auðugustu kvenna í landinu. Augljóslega blár litur að ryðja sig til rúms aldamótin 1800 og ég tel alveg víst að margt af þessum fatnaði sé prjónaður þó þessi ekki sérstaklega getið en það kannski nálgaðist hann ekki konurnar svo náið að hann gæti séð það. Teikningar gestanna voru einnig fínar heimildir búninga og líf fólksins í landinu. Teikning úr leiðangri Mackenzie 1810 sýnir vel búningatískuna, til dæmis bláan húfubúning og karlmann í prjónaðri blárri treyju. Mér finnst þetta mjög merkileg heimild, þetta bara fyrsta sjónræna heimildin þennan húfubúning og elsta. Og svo þarna teikning John Cleveley frá 1772 sem sýnir einnig skemmtilegt sjónarhorn af tveimur konum að prjóna úti við og þetta eru sögur það að fólk hafi bara verið sífellt að prjóna. Á Þjóðminjasafni Íslands varðveittir nokkrir prjónaðir munir. Í fornleifa uppgreftrum hafa fundist til dæmis belgvettlingar, sokkar og húfa sem talin eru frá 16. öld og eru þess vegna eða líklega elstu varðveittu prjónamunirnir. Árið 2006 fannst við fornleifa uppgröft á Búlandi í Skaftártungu heilag flík frá 17. eða 18. öld sem mikill fengur að. Þetta skyrta úr einskeftu ofinu ull með prjónaermum en slík flík kemur mjög oft fyrir í dánarbúunum. Þetta skyrtan hér. Einnig hafa fundist prjónar í stærðum 0,75 til 3, allir svona cirka 20 cm plus mínus. Á Þjóðminjasafninu að finna nokkuð af prjónuðum fatnaði sem þó varla eldra en frá 19. öld. Þar má finna 3 bláar hneftar herrapeysur og hér liggur ein. Prjónaðar langar buxur, 2 vesti með prjónuðum framstykki og húfur. Ein blá hneft kvenpeysa varðveitt, 4 svartar og talsvert af svörtum prjónuðum kvenhúfum. Í heimildum frá 18. öld talað mislitt prjón á fatnaði en fátt hefur varðveist af slíkum munum frá þeim tíma. Hins vegar hafa varðveist 10 sjónabækur, það eru mynsturbækur frá 18. og 19. öld sem gefa hugmyndir fjölbreytt mynstur bæði fyrir útsaum og prjón. Talsvert svo varðveitt af útprjóni á vettlingum og íleppum í skinnskó frá 19. öld og kannski eitthvað yngra. Á danska Þjóðminjasafninu varðveittur prjónaður herrafatnaður, alfatnaður. Treyja og buxur skráð 1858 sem gjöf frá herra Stanke sem var kaupmaður á Íslandi. Í skráningu segir treyja, peysa prjónuð, brún, tvíhneft, kragalaus, hálf síð. Að framan 16 litlir tinnhappar, á ermum alls 8 hnappar, treyjan með skuð sem prjónað leið og treyjan, ermarnar einnig prjónaðar leið án þess að saumað sé saman, möl étin. Fríður Ólafsdóttir, dósent, rannsakaði þennan búning og útbjó uppskrift sem hún birti í bókinni Íslensk karlmannaföt 1740 til 1850. Þessi búningur mjög merkileg heimild því líklega að ræða samskonar peysu og Skúli Magnússon lýsir í uppskrift af kvenpeysu frá Viðey 1760 með stíglum eða fleygum sem prjónaðir upp á mitti og mynda skjöð. Búningurinn hlýtur því að teljast með elstu prjónuðum flíku sem varðveist hafa og
minnst mjög líklegt að hann sé frá 18. öld. Og ekki ólíklegt að hér sem að ræða líka þessa tvínheftu móruðu peysu sem kemur svo oft fyrir í dánabúanum. Þetta bara flíkin. Teikning svo eftir Þorvald Skógalín frá 1794 af íslenskum bónda og syni hans í kirkjubúning finnst mér bara mjög líklegt að sé þessi búningur eða sambærilegu búningur. Á fyrrihluta 19. aldar var rætt stöðu íslenskra kvenbúninga og hlutverk þeirra í sjálfstæðisbaráttunni undir áhrifum þjóðernis rómantíkur. Þarna skaut upp hugmyndinu íslenskan þjóðbúning kvenna á tímum þegar þjóðir vildu skilgreina sig og aðgreina frá öðrum þjóðum. Sigurður Guðmundsson málari var sá maður sem hafði hvað mest áhrif á sögu og þróun kvenbúninga eftir miðja 19. öld. Hann hvatti konur til að nota íslenska búninga í stað danskra tísku og taldi húfubúninginn þjóðlegan sem hversdags og alþjóðu búning. Hann taldi svarta litinn fara best við hörund kvenna og prjónuðu peysuna klæðilegri flík en saumaða treyjan úr vaðmáli sem átti síðan eftir að verða þegar leið undir lok 19. aldar og auðvitað peysan saumuð úr efnum í dag. Íslenskar konur, fæddar eða eftir 1900, héldu áfram að klæða sínum íslensku tískubúningum. Þetta var tíska. Þær héldu áfram að klæða sínum íslensku tískubúningum daglega og til spari, allt fram á miðja 20. öld. Því má segja að búningarnir hafi þróast í notkun undir áhrifum tískustrauma og efnisframbóðs sem þróaðist mikið á öld tæknivæðingar. Hugtakið þjóðbúningur hefur eiginlega, finnst mér, festi í sessi seinni hluta aldarinnar hjá kynslóðum sem tóku upp fjölda framleidda tískufatnað í fjölmenningar samfélögum. Hugtakið þjóðbúningur því einhvers konar tákn í okkar huga þjóðlegt fyrirbrigði sem stöðugt deilt en getur eiginlega ekki verið lýsing á fatnaði eða hugtak yfir fatnað og fatagerð langt aftur í aldir. En Sigurður var ekki einungis áhugasamur samtímann, heldur aflaði hann heimilda eldri búninga, til dæmis þróun húfubúningsins. Á gamalli teikningu af Leirárbænum frá því 1765 á svo fólk við störf. Hann bendir á vinnustúlku í rauðu pilsi, þessi hér, og í rauðu pilsi og peysu sem slær sér út mjaðmirnar og myndar skjöð. Þetta telur Sigurður upp af húfubúningsins þegar vinnukonur fóru að brúka kallmannspeysu og húfu að hætti skólapilda í Skálholti en þær voru bláar með rauðum eða grænum silkiskúfi og vírborða. Þannig var til nýr hversdagsbúningur 1790, segir Sigurður, og mun frú Valgerður Jónsdóttir í Skálholti hafa verið svo fyrsta til að klæðast honum. Merkilegt. Og hann aflaði munnlegra heimilda og skráði. Og þess vegna getum við treyst heimildunum hans. Sagnfræðinámið hefur sannarlega opnað mér dyr að heimildum sem varpa ljósi á fatnað fyrri alda. Mig langaði að vinna með prjónaðan hversdagsfatnað, en ritaðar heimildir eru sjaldnast nægar til að fatagerðin eða útlit fatnaðar verði augljóst. Og fátt til að varðveittu munum. Allar upplýsingar, eða frekar, upplýsingarleysi, undirstrikar að þekking og prjónaskap hafi verið almenn og ekki nauðsynlegt að skrá nákvæmlega niður uppskriftir. Eina leiðin fyrir mig til að skilja þetta verkferli var því að gera tilraun með að endurgera prjónaðan fatnað. Fyrsta flíkin sem ég vann var búlandsskyrtan með prjónuðu ermunum og svo leiddi eitt af öðru. Sumarið 2011 rannsakaði ég fatnað á Þjóðminjasafni Íslands og hafði þá tækifæri til að skoða prjónaða kvenpeysu með stakk og laska ermum, en það reyndist viku vinna að telja hana út. Peysan sögð prjónuð 1890 og úr svörtu afar fínu tvinnuðu eða jafnvel þrinnuðu ullabandi. Í upphafi fitjað upp á 1200 lykkjur. Ég hóf að prjóna þessa peysu. Ég ætla að lesa hægt.
Ég hóf að prjóna peysuna í júlí 2016, en það svona stóð aðeins í mér að byrja. Hvernig byrja maður á peysu með 1200 lykkjum? En þá var ég svo heppin að þarna akkurat á sama tíma, hvort sem það var heppni eða örlög eða hvað, þá rakst ég á heimild sem kom mér af stað. Það var gamall handskrifaður miði sem eldri kona hafði varðveitt, eins og það alltaf að gera. Þar stendur, fitjaðu upp á kvenpeysu 53 á 14 prjóna. Þetta náttúrulega ekki flókið, þetta bara sokkaprjón með aðeins fleiri prjónum. Hringprjónar voru ekki til á 18. öld, en ég vildi vinna þetta verkefni á sama máta og formaðurnar. Ég fitjaði því upp á 14 prjóna og minningum að formaðurnar hefðu prjónað úr fleiri en einu hnykli í einu var til þess að ég prjónaði úr 4 hnyklum á sama tíma. Ég áttaði mig á því að best væri að hreyfa svona, þetta svo mikið umfang, þetta alveg svona faðmur, að best væri að hreyfa þetta sem minnst og þess vegna setti ég hnyklana í box. Prjónaskapinn lagði ég ofan á lokið og svo hef ég prjónana í zigzag stöðu, eins og þið sjáu hérna. Þetta sem sagt útgerðin mín. Og þannig, með þessu móti var það ótrúlega lítil óþarfa hreyfing á verkinu og bara alls engin lykkjuföll. Þannig hófst þetta stóra prjónaverkefni í bland við prjónareynslu frá blautu barnsbeini og hyggjuviti, þá hefur verkefni bara gengið prýðis vel. Þið sjá að þetta bara frekar kaotískt, það bara verður að vera svona. Þegar tilraunir eru gerðar ekki öruggt að verkefni gangi upp í fyrstu lotu og þannig hefur það verið hjá mér. Eftir að hafa prjónað 3 19. aldar peysur var komin góð mynd á verkið, skilningur á mæleiningum og orðfæri var orðið með tamt, því að það allt annað á 18. öld heldur en í dag. En til að fá meiri innsýn í þróun peysunar hef ég líka skoðað varðveittan fatnað á Þjóðminjasafnið og árið 2019 fórum við Ási til Kaupmannahafnar að skoða herrabúninginn. Öll þessi þekking hefur reynst með dýrmætt við endurgerð á sögulegum prjónuðum fatnaði. Ég hef núna prjónað treyjuna í Danmörku og ég nýtti mér uppskrift Fríðar Ólafsdóttur. Ég prjónaði úr 2 þráða ullarbandi frá uppspuna á prjóna númer 2,5. Ég fekk út rosalega stóra peysu sem reyndist mikið verk að þæfa og að lokum gafst ég upp og ég setti hann í þvottavélina 2 svar. Ég hafði ekki ætlað að gera þetta en ég hafði ekki úthald í þófið. Á sama tíma byrjaði ég að prjóna kvenpeysu eftir fyrirsögn Skúla sem oft erfitt að átta sig á enda tiplaði hann á stóru til að lýsa verkið sem flestir kunnu. Fyrst segir hann að fitja skuli upp svo peysa mælist alin. Hvað það? En ekkert garn, prjónastærð eða lykkjufjölda. Hann heldur svo áfram að lýsa úrtökum fyrir skjuð en eftir það segir hann prjóna eins og venjulega. Þegar hér var komið nýtti ég mér reynsluna frá 19. aldar peysunum því þó orðfæri Skúla væri annað sá ég að hann var að lýsa nákvæmlega sömu aðferð á berustykki og laskaermum og nota var 150 árum seinna í peysunni sem ég var búin að prjóna. Ég fitjaði upp ca. 800 lykkjur á prjóna númer 1,5 með innfluttu ullartvíbandi en peysan var mjög lítil svo ég prjónaði aðra sem líka frekar lítil en trúlega nokkuð sönn stærð fyrir 18. aldar konu. Hana þæfði ég lett og litaði rauða. 3. peysan svo núna á prjónunum. Á síðustu árum hef ég prjónað flestan fatnað í riti Skúla nema buxurnar en þær eru eitthvað staðar í bígerð. Prjónaskapurinn hefur gengið vel þó stundum þurfi nokkra tilraunir áður en allt gengur upp. Það kom mér mest á óvart í þessu öllu saman samt hvað þófið var ofboðslega mikil vinna og því hefur fleira farið í þvottavélina en ég kannski áætlaði. Að lokum það líka mikil vinna að lita prjónlesið úr innfluttum efnum eins og indigo sem gefur bláan lit og krappi sem gefur rauðan lit og auk þess allur frágangur vandaður og tímafrekur enda allt unnið í höndum, líka hnappagötin. Geta verið 40 á einni peysu. En útkomin þess virði að leggja á sig talsverða vinnu sem þó ekkert í líkingu við það sem forfeður okkar og formæður lögðu á sig til að klæða heimilisfólkið.
Þegar prjónaverkefni byrjaði, íhugaði ég að vinna mitt eigið band frá grunni úr reifum sem ég átti, en ég gerði mér strax grein fyrir því að ef ég ætlaði að standa fast á því, þá myndi ég aldrei byrja á prjónaskapnum. Þess vegna hef ég prjónað bæði úr innfluttu ullarbandi og íslensku ullarbandi frá Uppspuna, lítilli spunaverksmiðju hérna austur í Ásarhreppi. Mjög ánægð með það. Síðasta vetur var ég svo heppin að fá nokkra áhugasama sagnfræðinga á námskeið í tófinu og spuna sem krafðist undirbúnings fyrir mig. Sú upprifjun setti ferli í gang sem magnað því að það eitthvað einstakt og sérstakt við að vinna hráefni frá grunni og hafa það alveg í hendi sér gæði bandsins. En að koma ull í fat ekkert lítið verkefni. Og það var ekki fyrir en ég hafði sjálf spunnið garnið að ég áttaði mig til dæmis almennilega á mununum á engirningslesi og smábandslesi. Þegar leitað heimilda tófinu þær víða að finna, enda var hún með stærri verkefnum heimilana langan aldur. Orðaforði yfir ull og vinnubrögð mikill og blæbrigðaríkur sem hefur skipt máli í framleiðslu og viðskiptum áður fyrr. Ull flokkaðist á ýmsa máta, meðal annars vorull, haustull, tóskaparull og kaupstaðarull. Eftir rúning var tekið ofan að reifinu og síðan þurfti að hæra, tæja, kempa, lippa, spinna, kingsa, tvinna og þrinna, svo eitthvað sem nefnt. Áhöldin höfðu einnig sín nöfn, svo sem kambar, snældur, snældustokkur, rokkur og hesputré. Á hesputré var þráðurinn vafinn í hespur eftir ákveðnu kerfi. Ummál hesputrésins 165 cm og hver hespa inniheldur 11 skreppur með 44 þráðum. Hver skreppa sem sagt með 44 þráðum og sinnum 11 gerir þetta 484 þræði. Sé það margfaldað með 165 cm hver hespa 798,6 metrar eða 800 metrar. Og við erum búin að endurreikna, en þetta staðreynd. 800 metrar í hespunni. Með þessari aðferð voru þræðirnir í uppistöðu vefinn alltaf svo sami, sem mjög klókt. En þyngd hespanna gat verið mismunandi eftir grófleika bandsins og var hún mæld í lóðum en eitt lóð jafngildir 15 grömmum. Algengt var að hespa tvinnuðu bandi væri 3-4 lóð eða minna sem fór eftir því í hvað bandi var ætlað. Ein af þeim sem safnaði merkilegum heimildum ull og vinnubrögð í gamla bændasamfélaginu var Halldóra Bjarnadóttir ráðunautur. Í bókinni Vefnaður hefur hún eftir Elísabetu Húsfreyju á Gili í Svartadal þessa heimild hérna. Móðir mín lét okkur systur spinna okkur í peysuföt milli fermingar og tvítugs. Ég spann þráðinn en Þorbjörg systir mín spann ífafið og það var svo fínt að 3 hespur vigtu 5 lóð sem gerir 75 grömm. Og á öðrum stað hefur hún eftir heimildakoninni Sigríði Einarsdóttur Fljótshólmi í Gölfurabæ einstöku gömul kona klæddist aldamót gömlu prjónapeysunni sem þá var prjónuð úr vönduðu þrinnuðu þelbandi hvítu eftir á að peysan þæfð og svartlituð. Konur kappkostuðu að spinna þarna á þessum tíma fína þráð eins og sjá má af því sem Halldóra nefnir afrek í tófinu. Afrek í tófinu. Þegar að Ingibjörg Þórðardóttir, húsfreyja á Hofi í Svarfaðardal, spann tvíband í Svuntuvoð en hver hespa vó 1,5 lóð eða 22,5 grömm. Og nú ætla ég að segja hérna við ykkur til samanburðar hérna að ég vigtaði Ístex kamgarsdokku, það reyndar upplýsingarnir utan á, það tvíband, dokkan 150 metrar, 50 grömm. 800 metrar, 22,5 grömm. Ég gerir ráð fyrir því að eins farið með ykkur eins og fyrir mér. Ég skildi eiginlega ekkert í þessu öllu í upphafi. En eftir að setja við rokkinn og spinna, ekki bara 1 þráð, heldur 2 eða 3 til að fylla í 800 metra hespu. Þá verður manni ljóst hversu mikil vinna þetta og gerir mann agndofa gagnvart þekkingu, útsjónarsemi og vinnuþreki
formæðra og feðra. Þá ég bara að nálgast lok, en prjónaverkefnið sem hófst í júní 2016 hefur sannarlega verið skemmtilegt og gefandi og auki verulega þekkingu mína á vinnuframlagi, fatagerð og verðmætasköpun Íslendinga fyrr á öldum. Fyrir mér hefur alltaf verið augljóst að til að skilja þróun fatnaðar, til dæmis peysubúningsins, þyrfti að endurgera flíkur sem ekki hafa varðveist. Rannsaka alla mögulegar heimildir, læra vinnubrögð sem löngu eru gleymt og halda áfram þar til ásættanlega niðurstaða fengist. Samstarf klæðskerans og sagnfræðingsins í mínu tilviki hefur leitt mig að því sem þið sjáu hér í dag. Endurgerðu fatnaður og tilgáttubúningar sem sýna okkur líklega þróun peysubúningsins frá uppskrift Skúla, Fógeta 1760 til varðveitrar peysu frá 1890. Ekki bara rétt 150 ár þarna. Það fer ekki á milli mála að peysubúningurinn þróaðist með tímanum eftir tískustraumum, en iðnvæðingin sem hófst seint á 18. öld hafði mikil áhrif. Svartur litur verður afgerandi á 19. öld, enda fundin upp aðferð til að lita svart, svo jafnvel almúgin þurfti ekki lengur að ganga sauðsvartur. Þróun í vefnaði gerði það að efnin urðu þynnri og meðfærilegri og með afléttingu verslunarhafta varð aðgengi að nýjustu Evróputískunni en aðgengilegri en áður. Íslendingar fylgdu því tískunni en héldu þó fast í hefðirnar, eins og að kalla búninginn peysuföt, þótt að á 20. öld var hann bara saumaður úr efnum en ekkert prjón. En þetta verkefni það hefur líka opnað augu mín fyrir þeirri þekkingu sem Íslendingar bjuggu yfir í fataframleiðslunni á 18. öld. Það var nefnilega þannig að í ágúst 2018 þá sóttum við á sig norrænt þjóðbúningaþing í Danmörku þar sem að fjalla átti prjón í fatagjörð fyrir tíma og ég hélt erindi peysutreyjurnar, peysurnar 3 frá 19. öld. Að erindinu loknu flyktist fólk að til að skoða peysurnar og spyrja spurninga. Höfðu Íslendingar prjónað peysur úr svo fínu bandi á 19. öld og var það alveg öruggt að laskaúrtakan væri svona gömul á Íslandi. Þessar spurningar komu mér mjög óvart og ég bara gat svo sem ekki alveg verið viss, en þegar ég kom heim þá fór ég að skoða málið. Og í enskri bók sögu prjóns þessi aðferð, sem laskar hérna, úrtakan nefnd Raglan-ermi eftir Lord Raglan, breskum hershöfðingja. Upphaflega átti aðferðin við saumaða ermi og orðið var fyrst skráð í orðabók 1864. Þar segir einnig að Raglan-úrtakan í prjóni hafi fyrst verið framkvæmd 1912. Og þetta eru náttúrulega bara opinberar heimildir. En engin vafi leikur á því að slíkar úrtökur tíðkuðust á Íslandi á 18. öld eins og uppskrift Skúla, Fógeta og búningurinn í Danmörku sýna fram á. Og ég vil bara geta þess að þetta er náttúrulega miklu eldra fyrirbrigði því að það prjónar engin svona flík bara fyrsta daginn, sko. Þetta gæti þessna að hafa verið hátt í 100 ára ferli áður en að þessar treyjur verða til. Nú þetta má teljast af merkileg uppgötvun, enda kom það mér og þingjastum verulega óvart og að á Íslandi væri til þessi þekking svona snemma og bara ég er náttúrulega ákaflega stolt. Og að lokum að þá langar mér bara að þakka öllum þeim sem að hafa veitt mér aðstoð við prjónaverkefnið sem heldur áfram, það er ekki búið, það er ennþá nóg eftir. Og þar langar mér helst að þakka leiðbeinendum mínum Má Jónsssyni og Hrefnu Róbertsdóttur fyrir frábæra aðstoð og eftirfylgni ásamt frábæru starfsfólki Þjóðminjasafns Íslands sem hefur verið boðið og búið að greiða götu mína. Ég vil líka þakka fyrir tækifærið fyrir að hafa fengið að taka þátt í verkefninu Heimsins Hnoss, en þar hef ég fundið vettvang til að vinna að mínum hugmyndum og koma þeim hér á framfæri. Og ég vona að sannarlega afraksturs þessa verkefnis fræða heiminum og landsmönnum öllum heim sannin þær gersemar sem leynast í fatagerð fortíðar sem okkar menningararfur. Bestu þakkir fyrir áheyrnina. Jú, nú ætlar hún
Já, við þakkum henni Hildi kærlega fyrir og við höfum svolítið tíma fyrir umræður. Ég hérna, eins og hún Hildur sjálf nefndi að það nú einhverjir sjálfst að hlusta á okkur sem ekki eru hér í salnum. Þannig ég mun ganga hér eða færa hér á milli mikrofón og biðja ykkur að spyrja spurningana og nota mikrofónin til þess. Þannig að þeir sem ekki eru á staðnum heyri líka. Mér langar samt á meðan hér verið að breyta sviðsmynd. Þá langar mig til að bara fá að segja hérna eitt. Ég nú sjálfur fornleifafræðingur á mennt og í mínu námi þá heillaðist ég mjög að því sem kallaðist tilrauna fornleifafræði og hef svona öll mín ár hér á Íslandi svolítið kvartað undan því að íslenski fornleifafræðingar hafa ekki verið nógu kannski öflugur í því að sinna tilraunum eins og bara orðin mjög algeng aðferð út í heimi og frægar tilrauna miðstöð var til en hér erum við að fylgjast með alveg stórkostlegu tilraunaverkefni þar sem verið að blanda saman fræðilegri sögulegri þekkingu og gríðarlegri kunnáttu og handverki og búa til með því nýja þekkingu sem að öðru leyti við getum ekki nálgast nema einmitt með því að blanda þessu tvennu saman. Og mér finnst það afar athyglisvert og ég alveg viss að hér koma núna fjölmargar spurningar bæði út í handverkið per sig og sögulegt samhengi og ég bara bið ykkur að rétta upp hönd og ég reyni að fylgja öllu eftir. Ekki ljós. Heyrðu, ég ætla að segja samt eitt við ykkur áður en við byrjum af því að mér líður ekki vel með það, en ég vissi að það dálítið heitt hérna, þannig að ég á nærfötunum. Þannig ég ætla að fullklæða mig. Vona líði ekki með. Þetta sem sagt upphlutur, hérna, við klappinni, eðlilega, og niðurhlutur, eða upphlutsfat, eða undirhluts. Á þessum tíma, allt fram undir seinni hluta 19. aldar, þá var upphlutur og niðurhlutur. Já, ég er semst á undirfötunum. Sko, á þessum tíma, allt fram undir lok 19. aldar, að þá var þessi búningur samsettur úr þessum tveimur flíkum. Hann bara, niðurhluturinn eða pilsið bara þrætt á upphlutin, þannig að alltaf hægt að taka það af og skipta því yfir á annan upplut ef að svo vill vera. En raunverulega ég hér í nærskyrtu, upplut sem ígildi korseletts eða brjósthaldara og svo undirpilsinu og svo veit þið ekkert í hverju ég undir. Og ég ætti náttúrulega að vera hér í eitthvað af þessum fínu prjónuðu sokkum en ég meika það ekki, mér verður svo heitt, ég er búin að prófa það. Þannig að ég nú bara svona í hefðbundum sokkabuxum. En hér, sem sagt, svona hefðu konur ekki komið til dýrana. Þetta var bara dónalega skapur, sko. Nennir þú að lifa að halda á þessu svo að ég geti komist í fötin. Þannig að það var þarna fatalýsingar þarna, Henderson, þegar hann kemur á bæina. Ég er búin að vera að reyna það, ég er að spá í Hildur, ef við kemur hérna í lýsingu. Það er að kveika ljós, það verður að leysa það. Við erum búin að vera svona, getur þú komið hérna í byrtuna, svona? Jæja, en þið sáu þarna, eða já, á lýsingunum að konurnar voru í peysubúningi, það ekki? Hérna til dæmis mikið þarfaþing kvenna, þetta bara lausa vasi, svona gátu að raða hérna allan hringinn og verið með kannski kleinuna hér og lykla eitthvað staðar og farsíman, nei, eitthvað. Já, því að vasar urðu ekki áfastir við kvenföt fyrir á seinni hluta 19. aldar. En í staðinn að þá báru þar alls konar lausavasa. Þannig að nú ætla ég að klæða mig, sko. Þetta gengur ekki svona. Þannig að hér ég komin í enn eitt ullarfatið og við þurfum þá kannski líka að hugsa út í það að það var ekki mikið póliester og nælon á þessum tíma. Þannig að þetta var nú svona allt unnið og rull. Og hér sjáum við að nú ég komin í pilsið og pilsin alla tíð efnismikil þrátt fyrir mikla fátækt. Og þess vegna var svo nauðsynlegt að
virði að þessi föt voru seld og þessi föt, ég meina svona pilsa, þó ég myndi klæðast í daglega, myndi örugglega endast í 100 ár. Síðan var ég hérna, það er náttúrulega engin kona án þess að vera með svundu, þetta er ekki rétt svona. Hún er svo velgerð, hún er eins og rétt og röngu. Og hérna sjá, hér hef ég opið honni. Það er bara kveikt í svona, þetta er best svona held ég. Þarf Ágústa bara að standa á takkanum. Þetta er fínt svona bara. Svona. Svona hefði verið í lagi að koma fram. Svona er allt í lagi. Svona unniðar voru það bara heima. En það merkilega er að sko, fólk átti ekki endilega ofsalega margar flíkur. Þannig að það sem ég var í fyrst, það var líka bara vinnufötin á engjónum á sumrin. Svo á maður eitt svona blátt pils og þá er maður komið með peysubúning og síðan á maður svona treyju og þessi treyja hér er tilgáta hjá mér hvernig að þróunin hafi verið með peysubúningin. Þetta er ekkert grín að komast í þetta. Og hún er sem sagt úr klæði með prjónuðum ermum. Og þetta er hérna einhvers staðar í þessari þróunarlínu. Og einhver útlendingurinn Húker, hann skrifaði að konur væri í svo þröngum fötum yfir brjóstið að það hefti blóðflæði til höfuðsins. Það ég held að geta alveg verið rétt. Æja, svona. Og síðan er hérna klútur. Alla konur klútur voru bara svona eins og einhver svona Gucci-hálsmenn fyrir okkur, sko. Það var algjörlega... Það eiga kannski fleiri en einn klút var dálítið magnað og til dæmis í mínu tilviki er ég nú bara greinilega hversdagsklædd vegna þess að ef ég ætlaði að fara til kirkju þá myndi ég aldrei fara með bómullaklút. Ég myndi alltaf vera með silkiklútin og fína svundu. Þetta er bara handofið, sko. Þetta er ekki fínt, sko. Þannig að þær áttu oft einhverja fallega bómullar eða silkisvundur og silkiklút og þá ertu bara í sömu fötunum en bara búin að uppfæra það á næsta level með accessory frá Gucci. Svo er það náttúrulega húfan og veit ekki, þið veitu, við í dag erum við bara svo rugluð, sko, en amma mín, hún gekk annarkvort með húfu, hatt eða skuplu eða slæðu. Veitu, bara 1980 eitthvað, sko. Það var að því að hún var alltaf í strætó. En eftir að við hættum að fara fótgangandi eða á hestbakið í strætó, þá skiljum við ekki af hverju fólki fornöld notaði húfur. Það er bara nauðsynlegt. Þú er bara dáið ef þú ekki geta haft skjól á höfðið. Svona er ég fullbúin og tek á móti ykkur kæru gestir. Sæl, ég heiti Védís og er fornleifafræðingur að sérhæfa mig einmitt í textílrannsóknum og ég mér bara líst greiðarlega vel á allt sem þú ert búin að gera og ég bara spyr hvort þú sérst ekki örugglega, af því þetta er tilraunafræði sem hefur verið stundað hérna, hvort þú væri ekki örugglega að skrá þetta eða gefa út efni þína tilraunir sem ég get nálgast í framtíðinni. Ef ekki, en annars ætla ég bara að segja, ég vona þess innilega að makinn hefur séð kvöldmatinn ansi ofta meðan þú stóðst í þessu. Heyrðu, ég ætla að fá að svara þess aðeins með verkefnið. Sko, ég stundum hugsa að ég elska að vera sakfræðingur og bara, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt að ég skildi voga mér að gera þetta. Að ég var nú fertugt til ég byrjaði að læra. Byrjaði 2008, þannig að það líka tekið rosalega langan tíma. En ég er ansi mikil handverkskona og ég er að reka fyrirtæki sem hefur bara dafnað og blómstrað og æðislega gaman. En ég skrái allt hjá mér, allt. Og ég vona einn daginn, á bakvið þetta verkefni hér, gott fólk, er einhverjir 1000 klukkutíma. Að koma öll þessu efni í bók eða rit og vinna úr öllum uppsýningunum. Og þú veist, þó ég gerir tilraun til að prjóna eina peysu og fólk kemur til mín og konur er mjög áhugasamar að ég fara að kenna þetta. En að prjóna eina peysu, það var bara tilraun. Allt hitt er óunnið.
Já, sæl, Herdís heiti ég nú bara áhuga manneskja hérna prjón og annað. Þetta óskaplega fín prjónaskapur og það var þarna, það er svona að tala að það hvað 2 vinnukonur áttu að skila á viku og nú voru þetta sko bara stuttir prjónar. Prjónuðu þær þetta saman 2. Það gert, já. Annarkvort 6 peysubólir saman á viku eða 4 peysur, 2 saman, sem mjög auðvelt að prjóna. Já, það sitja þá 2 á móti hver annari og prjónar hringinn. Ég sá þetta í Færeyjum, nefnilega. Já, þannig að, já, það mætti koma þessu betra á framfæri. En ég ekki búin að gera tilraun á að prjóna 6 peysur á viku. Já, það er mynd að færiskum konum hérna vera að prjóna sko grófapeysu saman. Já. Þetta er fínt. Endilega látum mig vita ef það eru fleiri spurningar handverk eða eitthvað sögulegt. Ég er nú ekki prjónakona og þess vegna var þegar ég síðast heyrði í þig fyrir 2-3 árum, þú varst þá að útskýra hvernig þessi peysa frá 18. öld var prjónuð, var það ekki 14 prjónum. Og þú sýndi núna að þú notar 4 hnykla og alveg síðan þá hef ég verið að spekulera 4 hnykla, en hvernig tengir þú þessi saman í umferðinni? Vikslar nú þá þarna þráðanum eins og í myndvefna þeirra, hvernig það ég kannski eini sem verður spekulera í þessu? Þú ert ekki svo eina og ég búið að tala með móða þetta. Og það mjög erfitt með sko, málið það að þú ert að prjóna í hring. Þannig að þú prjónar fyrsta prjóni með 4 hnyklum, næsta og svo framvegis alveg 14. Svo bara heldur áfram. Þannig að það verður munur hérna neðst niðri 4 umferðir. Vegna þess að það skiptir engu máli í prjónaskapnum, vegna þess að þú ert að prjóna í hring og svo átt eftir að klippa það upp. Þannig að það munar sömu 4 línunum, umferðunum, eða hérna. Þetta alveg jafn margar umferðir alla leiðina upp. Það bara kemur pínu skái á það hérna framan. Já, ég veit. Eru þar allar þæfðar þessa peysur? Líka þessi bláa og þessi rauða, mér finnst það vera svo fín. Já, en sko peysnar eru allar þæfðar. Þetta hér svo sem á safninu í Danmörku. Og þegar þið komið hérna upp á eftir að skoða þetta, þá sjáu þið að þær eru mismikið þæfðar. Það er bara líka vegna þess að ég kannski þorði ekki að ganga allt og langt. 2 sinnum. Já, af því ég veit ásvaru menn að þæfa þetta, sko. Þetta er geggjun þessi þæfing. Já, það er líka prjóna. Svo þarf eiginlega eiginmaður minn að koma hérna niður, af því að hann er líka sýningadúkka. Sko, öll fötin sem eru prjónu hérna eru þæfð. Og það sko, þegar það var prjónað hérna í fyndinni, þá var ekki verið að prjóna allt og stór föt og þæfaðu til þau yrðu passleg. Þau voru prjónuð kannski rétt rúmlega víð. Þau voru þæfð til að fá þéttleikan. Ekki eins og við gerum núna, við prjónum svona stóra vettlinga, setjum við þvotavélina og útkemum vettlinga sem passar á hendi. Þetta var ekki alveg svona. Þetta er miklu frekar það að þæfingin er alveg jafn vandasöm eins og prjónaskapurinn, því að það þurfti bara að fá alveg skotheldar flíkur sem að héldu veðri, vindum, vatni, rigningu, snjókomu. Og hér er Ási í einu af nýjustu verkunum mínum og þetta er til dæmis tilrauna fornleifafræði eða tilrauna sagnfræði kannski. Að á Þjóðminjasafninu sem sagt til brjóstadúkur, þetta kallast brjóstadúkur og hann sem sagt hneftur á öxl og hérna í hlið, þið sjá hvað þetta er einfalt stykki. En þeir gátu verið útprjónaðir og það sem náttúrulega vandinn sá að það bara ekki til nein flík útprjónuð á safninu. Það eru til peysur, í dánabúnum eru peysur útprjónaðar.
En konur, og það eru frásagnir af því að konur hafi átt sjónabækur, sjónablöð til þess að prjóna eftir. Og þetta hérna, tilraunaverkefni mitt, þannig að ég fór bara í þessa sjónabók að því ég átti hana. Og hérna, ég tíndi bara upp öll munstrin sem var hægt að nota í prjón. Sumi eru bara þannig að þau nýtast ekki í prjón, eru greinilega annarkvort í vefnað eða útsaum. Þannig að það er bara 2 mynstur sem að endurtaka sig tvisvar, annars þetta bara öll bókin. Þannig að þetta er auðvitað tilgáta, en einhvers staðar verðum við að byrja og fá hugmynd og síðan gerist eitthvað. Á ég kannski bara að segja þeim aðeins frá sokkunum? Já, hér er ég með á borðinu þessa sokka sem Skúli lýsir. Og það er svo merkilegt með sokkana, eru sokkar ekki bara sokkar? Ekki alveg, vegna þess að Skúli, hann skrifar smábandssokkar. Þið skulle bara koma hérna eftir að skoða þetta er geggjað. Það eru 200 lykkjur hérna og sjáu hvernig kálfin myndast hérna. Og þið viti líka að það voru til sokkatré send frá Danmörku til að mæla og staðfesta stærð sokkana. Ég á ekki svoleiðis tré, en hann er ótrúlega fallur og hann er frábærlega fagur á fæti. Það eru svona sokkatré á grunnsýningunum? Já, ég veit það. Mér langar svo að skoða þau. Síðan segir Skúli, þetta er nefnilega svo merkilegt. Þetta, Anna-Leif, komdu og halda á þessu. Takk fyrir aðstöðu. Þetta er sem sagt smábandssokkar með 200 lykkjum. Og þarna gefur hann upp lykkjufjölda. Hann gerir það ekkert alltaf. Þetta eru íslenski kvensokkar og ef Anna-Leif heldur sig svona, þá sjáu þið að það er smá svona munur. Sjáu þið? Var það því að íslenska konur væri með flatari kálfa eða þið veitir, það er greinilega munur hérna. Og þessi hérna, hann er líka prjónar og grófara bandi, en þess að Skúli, hann gefur upp lykkjufjölda og þær eru færri, man ekki núna, en 200 hér, sko. Og þetta er nú bara eins og að prjóna heila peysu. Og ég velti fyrir mig hvað alsokkar eru, ef einhver veit það. Þetta eru svo bara þessi sem við myndum kannski kalla alveg ágætt að prjóna, en þeir ná bara upp að hné. Og síðan skrifar hann líka slitsokka karla og hér er náttúrulega bara hrikaleg tilraunamennska vegna þess að Skúli skrifar ekkert stærð eða lykkjufjölda eða neitt. Eina sem hann hefur áhuga á að segja manni hér eru úrtökurnar hérna. Og það segir manni að það eru núansar í þessu, þið veitir. Sokkur er ekki bara sokkur. Þetta eru núansar. Og þarna er sem sagt svo, þessi sokkur hann var alveg ógstór, ég gerði eitthvað og þeir eru rosastórir og hann fór í þvottavélina tvisvar og svo í pottinn í indigo í blátt og hann endaði svona. Og svo segir fólk við mig, nei, þetta er svo hrikalega stórt. En er það möguleikið? Þetta er bara tilgátt, það er ekkert víst að neitt af þessu rétt. Kannski leit þessi sokkur bara ekkert svona út. En vitum við kannski ekki, ef við vitum það, að menn báru sokkana utan yfir allt annað. Skóna, buxurnar, á ferðalögum. Slitsokkar karla. Hljómar það ekki bara dálítið þetta? Jú, svona utan yfir. Já. Þeir voru festir upp með sokkaböndum og þau hafa verið undin svona hnén. Þau eru undin í kross hnén og þá hangir þetta uppi. Þetta hérna, á ég að taka þetta? Er ekki bara ágætt að ég segja ykkur frá þessu. Og hérna er sem sagt fyrsta tilraun að peysu eftir Öskri Skúla, alinn að neðan. Og ég bara reyndi allt hvað ég gat og ég segi alinn að neðan 65-70 cm, það er ekki neitt. Og þá fatta ég, og ég er búin að átta mig á því, alltaf þegar það er gefin upp mál eða eins og einir prjónar eru 5 stykki. Alinn er bara í helming. Það er alltaf bara verið að tala helmingin eða 1 par eða eitthvað svoleiðis. Sko. Þannig að þessi var nú æði lítil. En þannig að þá fór ég hérna og prjónaði næstu og þetta er ótrúlega falleg flík. Sko. Þarna er hún líka eins og ég var hér í upphafi, hún er bara á undirfötunum, hún er í undirpilsi, hérna, eða niðurhlut
og hér undir hún í upphlödd. Og þessi búningur, það svo oft þegar ég að vinna svona tilraunir, að búningarnir standa á gínum hjá mér kannski mánuðum, stundum árum saman, þannig til allt í einu, já, heyrðu, þetta ætla ég að gera næst. Þannig að það allt í lagi, það eiginlega alltaf alveg nóg verkefni, sko. Síðan hérna til gamans, þennan búning hérna vann ég eftir sumarið hérna í 2011 í Þjóðminjasafninu og hann unnin, hér við með þessa mögnuðu skyrtu sem fannst í fornleifauppgreiftrinum. Og ég get sagt ykkur, þetta er svona, þó manni finnst hún ekki merkileg, þá þetta eitt af því merkilegra sem ég hef uppgötvað vegna þess að þetta í öðru hverju dánabúi. Þetta er algjör grunnflík og auðvitað voru þær í ull. Og nú mér sko að fara að hitna. Og uppblöturinn hérna, þið sjá að hann svona stuttur. Hann ekki svona stuttur vegna þess að hann hafi verið á barn. Heldur þetta Empire-tískan. Hún náði nefnilega til Íslands. Stutt hérna upp undir mittið. Hann alveg hrein endurgerð af búning sem til á safninu. Og mér finnst það alltaf svo gaman að gera svoleiðis til þess að læra af því. Þetta magnaða handverk. Þarna komdu með þessa peysu. Þessi líka með prjónuðum ermum. Treyjan svo með prjónuðum ermum og það er mikið af þeim í dánabúunum. Treyjur með prjónuðum ermum. Þannig að það engin slík treyja varðveitt hérna á safninu. En ég leitaði til frænda okkar í Noregi og þeir með svo álíka tímabilin, 18. öldin hjá þeim svo áþekk okkar. Þannig að það til mikið af þessu, svo þaðan kemur sú tilgáta. Þetta peysa eftir fyrirsögn Skúla. Þetta sem sagt parið hérna í Viðey. Þetta parið í Viðey og þarna sokkarnir þeirra. Og þetta bara geggjaðir hlutir. Sko, það til lýsingar í dánabúunum sem segja ljósblá peysa. En sko, það hægt, hérna ég til dæmis með húfu sem líka litur úr indigo og hún miklu dekkri. En ég þorði ekki að láta þetta liggja marga klukkutími í indigo og eyðileggja hana. Frekar vildi ég bara fá hana ljósbláa, en næsta skref að henda sér út í það að lita heila flík bara í sólarhring. Og gá hvort að maður færa hana þá ekki dekkri. En svo líka staðreynd að það varð innbylting þarna í lok 18. aldar og þá finna aðferðir til að lita bæði dökkblátt, miklu dekkra blátt, svona eins og þetta, og svart. Þannig að mjög líklega, þetta bara litirnir sem að fólk var að klæðast. Hver hafði efni á að láta lita peysuna sína í marga klukkutíma hjá Skúla Fógeta í innréttingunum? Það ekkert víst að það hafi verið hægt. Nú klukkan 1:05 og ég ætla þess að fá að opinberlega lýsa þessum fyrirlestri lokið og minna ykkur á að hverjum þriðjudegi hérna fyrirlestrar í Þjóðminjasafninu í hádeginu og við úr Heimsins Hnoss koma hérna ítrekað, ég minnst að einu sinni í mánuði alveg fram á vor. Það annan hvern þriðjudag. Ég held að við í Heimsins Hnoss værum annan hvern þriðjudag. Nei, við erum einu sinni í mánuði, já það annan hvern þriðjudag. Og ætla bara að þakka ykkur fyrir, það gaman að taka á móti mörgum gestum hérna á Þjóðminjasafninu og það verður örugglega hægt að koma hérna upp að og handleika og spurja og skoða nánar en sem sagt Guðrún, þakka þér kærlega fyrir og ég ætla bara að þakka ykkur öllum fyrir komuna. Takk kærlega.